þeim sem lygin lamar, leiða vit og krafta framar. Viðalvetorð gagna ekki, gangið þú með sálarlekki. Gull og metorð gagna ekki, gangið þú með sálarlekki. Syngja aftur gamla þulur, líta bæði ljós og skugga, langa til að bæta og hugga. Á fundi Hæstaréttar Íslands 22. júlí 2016 voru tekin til meðferðar málefni vegna kjörs forseta Íslands 25. júní 2016 í samræmi við 11. grein laga nr. 36/1945 framboð og kjör forseta Íslands. Farið var yfir gögn sem vörðuðu undirbúning og framkvæmd kjörsins. Fyrir lágu endurrit úr gerðabókum og bréf yfirkjörstjórna allra kjördæma landsins úrslit kosninganna og gekk Hæstiréttur úr skugga að í hvívetna hafi verið gætt ákvæða áðurnefndra laga. Dómarar Hæstaréttar undirrituðu síðan kjörbréf forseta Íslands svohljóðandi. Hæstiréttur Íslands gerir kunnugt. Kjör forseta Íslands fór fram 25. júní 2016. Við kjörið var í hvívetna gætt ákvæða stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33 17. júní 1944 og laga nr. 36 12. febrúar 1945. Guðni Thorlacius Jóhannesson, prófessor, hefur verið löglega kjörinn. Hann fullnægir skilyrðum stjórnarskrárinnar kjör forseta Íslands. Samkvæmt þessu lýsir Hæstiréttur Íslands því að Guðni Thorlacius Jóhannesson rétt kjörinn forseti Íslands kjörtímabil það hefst 1. ágúst 2016 og lýkur 31. júlí 2020. Reykjavík, 22. júlí 2016, Markús Sigurbjörnsson, Viðar Már Matthíasson, Ólafur Börkur Þorvaldsson, Eiríkur Tómasson, Þorgeir Örlygsson, Greta Baldursdóttir, Helgi I. Jónsson, Benedikt Bogason, Karl Axelsson, Ingveldur Einarsdóttir. Áður en nýkjörnum forseta verður afhent kjörbréfið sem nú var lesið mun hann undirrita svofellt heit. Ég undirritaður Guðni Thorlacius Jóhannesson sem kosinn forseti Íslands kjörtímabil það hefst 1. ágúst 2016 og lýkur 31. júlí 2020 heiti því að viðlögðum drengskap mínum og heiðri að halda stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Gjört í 2 samhljóða eintökum 2016.
Forseti Íslands, Guðni Thorlacius Jóhannesson. Leið og Hæstiréttur Íslands í umboði þjóðarinnar færðir í hendur þetta kjörbréf eru þeir færðar hugheilar árnaðar óskir. Megi þeir farnast vel í mikilvægu starfi. Gæfa og blessun fylgi þér og fjölskyldu þinni, landi okkar og þjóð. Takk. Góðir Íslendingar, nær og fjær, á þessum fallega degi skulum við horfa björtum augum til framtíðar og við skulum minnast fósturjarðaræðinnar með ferföldu húrrahrópi. Ísland lifi! Húrra! 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 Góðir Íslendingar, á þessari stundu mér efst í huga þakklæti fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt að taka við embætti forseta Íslands. Það geri ég með auðmýkt í hjarta, veit að ég á margt ólært, veit að mér getur orðið á. Ég þakka jafnframt góðar óskir sem okkur hjónum og börnum hafa borist hvaðanæva. Ég mun
og vil þiggja ráð og leiðsögn frá ykkur öllum, fólkinu í landinu. Þá vænti ég góðs af samstarfi við alþingismenn, ráðherra, embættismenn og aðra í þessum sal. Ég nefni sérstaklega forvera mína sem sitja hér, Vigdísi Finnbogadóttur og Ólaf Ragnar Grímsson. Margt má líka læra af sögu hinna sem gegnt hafa embætti forseta Íslands, Sveins Björnssonar, Ásgeirs Ásgeirssonar og Kristjáns Eldjárns. Forsetinn ræður sjaldnast úrslitum einn síns liðs. Ég tel sömuleiðis að hann eigi að öllu jöfnu að standa utan sviðs stjórnmálanna, óháður flokkum eða fylkingum. Í þessu embætti mun ég samt vekja máls á því sem mér býr í brjósti, benda á það sem vel gert og það sem betur mætti fara. Við búum í gjöfulu landi og góðu. Við höfum skapað friðsælt velferðarsamfélag. Þar njótum við framtaks og starfa fyrri kynslóða. Ég leyfi mér að nefna hér eigin þakkarskuld við móður mína og föðurheitin. Vissulega getum við alltaf gert betur á öllum sviðum. Hag margra þarf að bæta, fólk á Íslandi á ekki að þurfa að líða sáran skort. Góða heilbrigðisþjónustu má gera enn betri og tryggja ber að landsmenn njóti hennar jafnt, óháð búsetu eða efnahag. Enn verk að vinna í baráttu fyrir jafnrétti kynjanna og mér stendur nærri að nefna menntakerfið, grundvallar þátt í lífi einstaklinga, fjölskyldna og þjóðar. Innan þess eiga allir að geta fundið sér farveg og nám við hæfi án þess að fjárhagur hamli för. Þá þurfum við að hlúa að æsku landsins og hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi í okkar samfélagi. Öllum holl trúin á sig sjálfan, en munum samt hendingar spilverks þjóðanna að stofni til frá Þorsteini Valdimarsinni, skáldi og kennara. Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfir. Ein lítil býfluga afsannar það. Guð hjálpar þeim sem hjálpast að. Hér hef ég aðeins tæft á ýmsum samfélagsmálum. Ég mun víkja þeim oftar á forsetastóli en veit að stjórnmálamennirnir bera þau einnig fyrir brjósti. Þeirra ábyrgðin og þeir setja lögin. Þau breytast í tímans rás. Það á líka við stjórnarskrá okkar, grunnsáttmála samfélagsins. Geti þingið ekki svarað ákalli margra landsmanna og yfirlýstum vilja stjórnmálaflokka endurbætur eða endurskoðun úr vöndu að ráða. Í þessum efnum minni ég á gildi áfangasigra eða málamiðlana. Hvarvetna blasa við áskoranir. Náttúra Íslands viðkvæm, við viljum bæði vernda hana og nýta á ábyrgan og sjálfbæran hátt. Þetta getur reynst vandasamt en skilum landinu til næstu kynslóða, þannig að þær fái notið gæða þess og gagna eins vel og við. Það sá strengur sem skiptir mestu máli. Hugum líka að loftslagsmálum, það munu afkomendur okkar örugglega kunna að meta. Við hæfi að geta hér frumkvæðis Vigdísar Finnbogadóttur á sviði landgræðslu og umhverfisverndar og atbeina Ólafs Ragnars Grímssonar í málefnum norðurslóða og endurnýjanlegrar orku. Tungu okkar þurfum við jafnframt að varðveita og virða, tryggja að hún verði gjaldgeng á rafrænum vettvangi, boðleið nýrra tíma. En við megum ekki einangrast, við verðum að geta tjáð okkur á erlendum málum. Sagt hefur verið að sú öld sem við nú lifum sé og verði öld alþjóðavæðingar og síaukinna samskipta. Heimurinn breytist, samtíminn sýnist vera á fleygiferð, gamlir siðir hverfa, nýir taka við. Ekki mörg ár síðan nær allir íbúar þessa lands lifðu á landbúnaði og útvegi, voru í þjóðkirkjunni og öðrum kristnum trúfélögum, hvítir á hörund, áttu íslensku að móðurmáli og báru auðsýnilega íslenskt nafn. Út á við virtumst við öll vera steypt í sama mót, einsleit þjóð. Sagan var líka einsleit. Gjarnan var hún sögð þannig að hér höfðu norrænir höfðingjar numið land og byggt blómlegt samfélag á söguöld. Þá réðu hetjur héröð, hvað hinn rómantíski Jónas Hallgrímsson í ljóðinu Ísland, sem birtist í fyrsta hefti Fjölnis
árið 1835. Eftir gullöld Íslendinga syrti hins vegar í álinn, sagði sagan. Þjóðveldið glataðist og við tóku myrkar miðaldir, í það minnsta í sögubókum og sjálfsmynd nýliðinna alda. Feðranna frægð fallin í gleymskunar dá, eins og listaskáldið orti áfram. En síðan birti til. Sjálfstæðisbaráttan hófst, áfangar náðust. Endurreisn alþingis, heimastjórn, fullveldi, lýðveldi, sigrar í landhelgisdeilum. Þetta eru þekktar stiklur í fortíð okkar. Við skulum kunna þær áfram og ljóðin sömuleiðis. Sjálfum finnst mér Ísland, kvæði Jónasar, eitt af fallegasta sem ort hefur verið á íslenskri tungu. Minnumst þess samt hver saga okkar er margslungin. Gleymum ekki fjölmenningu landnámsaldar og þeim nánu tengslum við útlönd sem lögðu grunn að afrekum á sviði bókmennta og verklegum framförum síðar meir. Segjum söguna í allri sinni dýrð og öllum sínum harmi. Og með því lagi sem við kjósum á 20. og 1. öldinni. Í 5 ára gömlu ljóði Gerðar Kristnýjar skáldkonu segir svo af Jóni forseta. Það bærist ekki hár á höfði Jóns. Þar sem hann trónir, staffírugur á stöplinum og hvessir augun út á tjörnina. Á hverju vori gætir hann þess að ungarnir komist upp, hikar ekki við að stökkva niður og stugga við mávinum. Hér er gömul saga sögð á nýjan hátt. Þannig verður liðin tíð litrík og fersk. Á sama hátt virðumst við Íslendingar ekki jafn einsleitir og áður fyrr. Við játum ólík trúarbrögð, stöndum sum utan trúfélaga. Við erum ólík á hörund, við getum heitið erlendum eiginnöfnum, þúsundir íbúa þessa lands eiga sér erlendan uppruna og tala litla eða enga íslensku, en láta samt gott af sér leiða hér. Við lifum tíma fjölbreytni og megi þeir halda áfram, þannig að hver og einn geti rækt sín sérkenni, látið eigin drauma rætast, en fundið skjól og styrk í samfélagi manna og réttarríki hér á landi. Eitt gildir þó allar þjóðir, þá íslensku sem aðrar. Það sem sameinar þær verður að vega þyngra en það sem sundrar. Og hér hefur þjóðhöfðinginn hlutverki að gegna. Forseta ber að stuðla að einingu, bera virðingu fyrir skoðunum annarra, varast að setja sig á háan hest. Ekki þar með sagt að ég megi ekkert mæla á forsetastóli nema það sem full samstaða er en það gæti ég þá í raun fátt sagt. Ólík sjónarmið verða að heyrast. Málefnalegur ágreiningur er til vitnis þroskað og siðað samfélag. Ég vona einmitt að við stöndumst það próf þegar við kjósum nýtt þing í haust. Í kosningum er tekist á ólíkar stefnur og markmið, en að þeim loknum verða þingmenn að vinna saman, finna lausnir, sýna sanngirni og beita þeim aðferðum sem auka virðingu þeirra sjálfra og hinnar aldagömlu stofnunar Alþingis. Góðir Íslendingar, við þurfum ekki að vera tortryggin eða óttaslegin hag okkar á nýrri öld af fyrirheitum. Vissulega geta ógnir leynst víða, það sanna dæmin því miður. Vissulega er gott að vera á varðbergi og hart þarf að mæta hörðu þegar nauðsyn krefur. En trú á hið góða verðum við að varðveita. Fegurð og góðvild, þetta tvennt og eitt. Hvað er umkomu lausara í rangsnúnum heimi? Og þó mest af öllu og mun lifa allt. Þannig orti Snorri Hjartarson miðja síðustu öld. Hann hugði hag Íslendinga og mannkynsins alls, en leyfði sér samt að vona. Bjartsýnn og vonandi raunsær tek ég nú við hinu ábyrgðarmikla embætti og það á við hjónin okkur bæði. Þegar Sveinn Björnsson tók við kjöri á Þingvöllum 17. júní 1944, fyrstur forseta, sagði hann starf sitt framar öllu felast í þjónustu við heill og hag íslenskrar þjóðar. Þau orð eru enn í fullu gildi. Ég mun leitast við að læra,
þroskast og þjóna allri þjóðinni. Kæru landar, ég endurtek að lokum þá ósk mína að við stöndum saman fjölbreytni og frelsi, samhjálp og jafnrétti, virðingu fyrir lögum og rétti. Stöndum saman þessi grunngildi góðs samfélags, von góð og full sjálfstrausts. Megi sú verða gæfa okkar alla framtíð.